Ágætu, elskuðu vinir, við erum trúað fólk og trúað fólk er dáið syndinni og þetta er baráttumáli sem við erum að eiga. Það er semst að vera réttu megin í þessu öllu saman og hjálplegt er að minna sig á bara hver maður er og hvað maður á og hvernig lífi maður vill lifa og hvernig maður á að lifa því. Og við erum ekki alveg bjargarlaus, við erum ekki alveg hjálparlaus því við höfum heila bók, þykka bók sem við getum litið í og leitað í og þá skiljum við betur hvernig við gerum þetta. Þetta er leiðin, við höfum enga aðra leið. Þetta er dagleg árétting og ástöndun og þetta verður aldrei frá okkur tekið. Við göngum inn í daginn og við gerum verkuðs í deginum, okkur er framtíðin til heilla. Þannig er það. Feilsporið mitt í dag kemur fram í framtíðinni, hvenær í framtíðinni veit ég ekki, en það kemur fram í framtíðinni ekki á því andartaki sem ég stíg mitt feilspor. En afleiðingar af feilsporinu koma fram síðar og ég sé eftir öllu saman og það er of seint að iðrast eftir dauðan, ekki satt. Þess vegna erum við á þessum stað að við viljum gera hlutina eins og á að gera þá, okkar sjálfra vegna og vegna nafnsins sem við erum tengd við, Jesú. Trúin okkar áréttar við okkur, undirstrikar það með þykku letur og gerir, á hverjum degi, að við erum verði keypt. Við erum ekki okkar lengur sjálf. En samt á ég frjálsan huga. Samt á ég það sem Drottinn gaf mér og það verður aldrei frá mér tekið. Ég get tekið sjálfstæðar ákvarðanir og geri. En Drottinn gaf mér visku og vit og til þess að ég viðhaldist í þessari visku og viti þá er ég á þeim stað sem gerir mér þetta kleift við fætur Drottins. Þú ert aldrei of oft við fætur Drottins. Ég er búin að vera lengi við þetta, nokkuð lengi. En ég hef alltaf sagt við sjálfa mig að ég verða að vera reglulega við fætur Drottins. Og hann hefur gefið mér þá blessun að geta búið til efni með hjálp tækninnar og tækjana og þú ef þú vilt getur hort á þetta og gætir hort á þetta og gætir eins og ég fengið þá uppbyggingu af sem þarf inn í daginn. Margt í þessu efni mun undirstrika ýmislegt við þig, fáðu til að hugsa margt af því að þetta er gott efni, þetta er guðlegt efni og þetta er komið frá honum sem þekkir þig út og inn. Veit glímu dagsins, veit þanga hugans og afstöðu hjartans og sér að í sömu tilvikum er afstæðan raun gagnvart sér og gagnvart því lífi sem hann vill að þú lifir og hann veit ef þú breytir ekki af þá mun það á einhverjum stað færa þér ógæfu heim og það vill hann ekki. Og þess vegna er hann með þig á stað hann svo getur lært það, svo getur ígrunda málið því að hann tekur ekki fram í fyrir þinn eigin vilja. Eina sem hann gerir, hann reynir að komast fram fyrir hann til þess að fá þig af þeirri braut, en ef þú vilt, þá getur þú. Og hver oft höfum við ekki séð þetta í gegnum tíðina, bæði með okkur sjálf og vinni okkar og vinkonur sem er að gera, sem við vitum, og við vitum öll jafnvel er ekki rétt, en var samt gert, og svo hittum við þessa manneskju einhver mánuðu seinna, niðurbrotna, af því sem hún gerði, og er þetta ekki bara sannleikur málsins? Er þetta ekki allt og oft sem þetta er að gerast? Jú. En við erum á staðnum þar sem að við viðurkennum að við gætum syndgað, en við viðurkennum líka að við eigum trú og við viljum ekki syndga. Við viðurkennum þetta allt. Þá erum við komnir á ágætan stað og getum fara að vinna út frá þeim grunni þar sem að ykkur staðfesta er. Við getum fara að koma okkur upp á ykkur klett þar sem útsýnið er gott, þar sem þekkingin er rétt og við getum haft þetta og notfært okkur öll þessi viðmið. Þannig að við getum ekki afsakað okkur á neitt hátt. Það er ekkert öðrum að kenna hvernig fyrir mér er komið í dag. Og það er heldur ekkert öðrum að þakka að mér vegnar vel í dag.
Nei, það er vegna þess að ég hef gengið með Guði, ég hef leyft honum að kenna mér og ég hef alltaf tekið leiðsögn. Það held ég að hafi verið minn styrkur í gegnum tíðina, að ég hef alltaf verið tilbúin til að taka leiðsögn. Ég hef alltaf verið tilbúin til þess að vilja leiðrétta, því stundu sé ég að þetta var ekki nógu gott. Og þá fer maður ekki í fílu og hleypur út og lætur aldrei sjá sig, nei. Maður bara viðurkennir þetta og gerir svo betur næst. En umfram allt, þá heldur maður áfram. En núna gerandi verkin ennþá betur en var áður, vegna þess að maður hefur lært hænu fett. Skilningurinn hefur örlítið vaxið. Ég hefði náttúrulega getað rétt eins og aðri menn, sagt bara nei við þessu öllu saman og ekki tekið leiðsögn. En þetta segir ekkert það að þú þarft ofta að vera fastur fyrir og þú þarft ofta að standa úr þínu, þegar stundu bara veistu að þú ert að gera rétt. Og það er allt annað mál. Þetta er svona viska sem við þurfum inn í öll svona ágreiningsefni sem að koma upp og stundum vitum við bara einfallega betur og þá bara stöndum við á því, en stundum viðurkennum við það, og þetta er nú rétt sem þú ert að segja og við gerum þetta bara svona. Þannig að þetta þarf viska inn í öll mál og líka það að við þurfum að stuðla því hvort með sjálf eða við öll að verði friður í kringum okkur. Og þá er stundum bara betra að þegja heldur en að valda ólgu, því að hverjum líður vel í ólgunni, ég allavega ekki mér. Ég er ekki reyndar maðurinn sem að kemast á ólgu. Ég er maðurinn frekar sem að reyna að koma á sáttum ef það er möguleiki, en það er nú svona allur gangur á því hvernig það gengur. Sem enn er náttúrulega ef þau eru konir í slaginn sinna þá bara vilja að vera í honum og mega það mín vegna svo sem, en ég er ekkert í neinum slag og allar mér ekkert að taka þátt í neinum slag, en ég stend á orðinu, það geta allir menn vita. Ef það er einhver vitleysa þar í gangi þá læti ég mér heyra, það skulu allir menn vita líka. Þegar það er bara minn réttur og það er líka þinn réttur ef það er verið eitthvað að tróða orðinu þá skaltu láti ég þér heyra og ég stend með þér í því. Það er allt annað mál. Þannig erum við að verja það sem er gott, göfugt og falleg, því að það sem að drottin er að segja, það bara er það besta sem völ er á. Hann setti mig í ákveðna varstöðu eins og þig og það er bara okkar skylda að verja þetta orð með trúnni okkar á opni. En við þurfum viskun í það líka og við þurfum þá að vera vel að okkur í orðinu. Það er grunnurinn og allir þekkingu varðandi öll þessi mál. Það er ekki nóg að heyra einhvað og taka við því og þetta er flott maður og svo segir Biblían kannski allt annað. Við tökum þetta bara beint upp úr orðinu og verjum það sem þar er. Þá erum við að gera þetta allt rétt og þá helst vegurinn hreinn og þá helst umhverfið sem við erum í gott og það er einmitt það sem við viljum. Við erum nefnilega lausir við synd, við erum dánir syndinni og ætlum ekkert að fara neitt inn í hann aftur. Sem kristnar mannesku sem við viðurkennum að erum verði keypt, það dó maður í minn stað. Hugsuðum við þetta með þessum hætti? Er ekki þessi hugsunir en að vera langt fyrir ofan okkar skilning? En það var maður sem mann lífi sinni rétt eins og ég, sem dó fyrir mig, sem var til í það. Ekki út af því að ég væri svona frábær, ekki út af því að ég væri svona góður maður, nei, vegna þess að hann elskar sköpun Guðs. Var tilbúin til að gera þetta fyrir föðurinn sem ansinnir sköpun og þetta vissi sonurinn Jesú og hann annaði þessu líka því hann ann föður sínum og þessa hugsun vill hann gefa okkur sem kristnumönnum og þess vegna dó hann fyrir okkur, þess vegna náði hann okkur og miskunnaði sig yfir okkur og gaf okkur trú og segði okkur að syndin tilheyrir ekki okkur lengur. Eins og við vorum að tala áðan frjálsan huga, við getum sótt þetta allt. Og við förum í drögum upp gamla konna, segjum það, og það er öll þessi synd. Og ég dreg hann upp, svo verði ég fyrir óvorlegum vonbrigðum því að það eru árásir til hægri vinstri, þetta er frá holdinu. Og ég kenni einhverjum öðrum með þessum, Satani, sem er saklaus að þessu leyti, því að hann næri ekki til mín. Og bókin, ef við skoðum bókina, Nýja testamenti, þá fjallar hún ekkert það hvernig við hefum að reka út illa anda
ef að illir andar væru þetta vægi í okkar lífi eins og við tölum svo oft akkur þá svona lítið kennsla það atriði í Biblíunni? Það nánast ekkert talað neitt það. En hver kennslan í Nýja testamentinu að 90% hluta? Það holdið. Það það hvernig þetta hold sogar úr okkur allt líf og svo framvegis og það það að við erum dánir holdinu. Ekki? Það snýst öll kennsla í Biblíunni. Það við sjáum þetta, það við vitum þessu og það við bregðumst við rétt við þessu þegar þetta kemur upp og þetta alltaf að koma upp. Við segjum Satan, árásir frá Satan. Þær eru í undantekningar tilvikum. Geta hugsanlega gerst, ég segi hugsanlega, en í undantekningar tilvikum það ástæðan. Nei, glíman að stæðstum hluta til við mitt sjálf. Afstöðu mína í mínu holdi. Því að gamli maðurinn með alla sína vitleysu afstöðu stór og mikill og það eðli mitt að vera í honum. Hitt gjöf sem ég þarf að læra inn á. Og ég hef heila bók til þess að skilja hvað máli snýst. Synd skal ekki drottna yfir mér, segir drottin. Segir þetta með mér. Synd skal ekki drottna yfir mér. Ok, ég tek við þessu. Syndin ekki mitt hlutskipti og ég ekki að syndga. En ég að glíma við alls konar. Og ég sagði rétt eins og þú áður, Satan ráðast á mig. En í dag segi ég, og drottin hefur sýnt mér að það holdi sem að ég hef togað upp sem að ráðast á mig. Því að það vill fá mig aftur til að gera sinn vilja. Holdið, afstæða mín, vilji mín ekkert svo mikið að hugsa mig hvað það varðar að ég líka eilífu partur. En þá kom andinn inn og hann sýnir mér þetta svona. Að slagsmálið þau standa þetta. Holdið til í föllnum heimi. Fallin heimur lítur stjórn Satans. En svo kom náðin og vendin og ég inn í þessari vend. Og þessi átök á milli holds og anda í mér sjálfum byrjuð. Hafa alltaf verið. En núna veit ég í hvernig hlutirnir liggja. Og núna bendi drottin mér á Jobb sem var vendar og bak á brjóst 100%. Drottin lyfti vendahjóknum frá af honum. Og þá skeiði það sem skeiði, hann misti allt á sömu sekúndum að segja. Af því að vendin frá drottni var ekki lengur til staðar. Meðan vendin var, þá blómstraði allt. Fénaðurinn óx og hann var ríkar og var orðin ríkasti maður líklega í öllum heiminum á þessum tíma. Svo daginn, sömu sekúndi, misti hann allt. Og svo kom hann aftur og þá misti hann heilsuna. En hann lifði þetta af og drottin blessaði hann vegna þess að hann stóðst raunina og gaf hann tvöfalt aftur. Og þá var hann örugglega ríkasti maðurinn í öllum heiminum. Hann var vel efnaður áður, en þegar drottin hafði tvöfalt allt, þá sjáum við það að hann hefur örugglega verið orðin ríkasti maðurinn í öllum heiminum ef það eitthvað atriði fyrir okkur. Þetta segir okkur líka það að drottin getur alveg undir þess að vera efnuð manneskja, fjárhagslega efnuð manneskja, hann hefur ekkert á móti því. Því að fjárhagslega efnuð manneskja sem með réttan skilning á hlutum, að hún þvílík blessun fyrir kristilegt starfa dæmi sér teki að það halva væri nóg. Því hann að blessa fyrst og fremst inn í kristilegt starfa því hann kristinn maður sjálfur og það munar verulega þessa fjármunni og kirkja og starf og söfnur allt of mikið háð þessu því að hún náttúrulega bara í heiminum eins og hann og heimurinn hugsar ekkit neitt nema peninga og það vitum við vel og kirkjulegt starf bara lítur þessum lögmálum og þarf því töluvert mikið af peningum svo þarf svolítið af peningum til þess að geta rekið sig. Og 10 safnaðir eins og hann dugir ekki til alltaf, dugir til svona þess að hangi á núlinu kannski,
en ef á að gera eitthvað meira og ef að kirkjan eins og kirkjan náttúrulega vill gera, hún vildi alveg örugglega senda trúboða út á Akurinn svona einu sinni tvisvar á ári svona með einhvern veglegum hætti, en getur það ekki vegna þess að peningana vantar. Og þessi ríku menn sem eru margir auðugir í Íslandi, þeir eru ekki kristnir menn nema sumir, og þeir eru ekkert að setja neitt svo mikið í þetta og jafnvel ekki neitt með að við margt sem að gerast í dag, þar sem að orðið trú orðið bara bannvara í þessu landi. Og þannig bara það. En við erum þeir sem elskum trúna og viljum vera í trúnni og að því við sjáum gagnsemin á trúnni og við viljum gera þetta eins og á að gera þetta og við viljum ekki syndga. Akkur í. Að því vorum að tala það áðan að Kristur dó í minn stað. Já, þessi maður sem hét Jesú gaf líf sitt sem hann elskaði jafn mikið og ég fyrir mig. Á hann ekki eitthvað inni hjá mér? Á hann það ekki inni að dæmi sér ekki að ég allavega haldi mig frá því að syndga með beinum hætti? Og ég að syndga? Nei, ég hef ekki verið að syndga. Ert þú að syndga? Því svarar þú, mér varðar ekkert það. En ef þú ert að því þá hvet ég til þess að hætta því núna. Láta þetta bara til liðar og bara segja Drottinn fyrirgefðu mér að ég hef verið að syndga. Hættu því. Mundu það að Drottinn dó fyrir þig. Hann galt fyrir mig lífi sínu sem var jafn kært og þitt líf. Einmitt til þess að þú þyrftir ekki að deyja. Setur þetta ekki einhverja skildukvöð á mig í raun og vera að haga mér þá eins og Kristur býður mér? Og líf í hans nafni gott líf. Erum við ekki alltaf að tala það? Erum við ekki að kenna þetta og tala þetta á hverjum degi? Þetta gildir þá líka fyrir mig. Það gott líf í Kristi. Og hvað á ég betra heldur en Jesú? Ekki neitt. Drottinn hefur gefið mér allt sem ég þarf. Og hann svarar og mætir öllum mínum kröfum og þörfum. Og þetta sannleikur. Þetta svo mikill sannleikur að ég hef alltaf geta leyst öll mál sem að Drottinn hefur sett upp í hendurnar á mér. Af því að þau mál sem ég þarf að leysa og glíma við eru í köllun minni. Og Drottinn vill að sé árangur. Hann vill allavega að ég skili því af mér eins og þarf og það hefur aldrei klikkað að það hefur gerst. Stundum hef ég staðið frammi fyrir erfiðleikum með það, en þau hafa alltaf leyst að því Drottinn veit hvað ég þarf í það og hann sér að ég hef áhuga fyrir því, hann sér að ég vill leysa og hann sér að ég vinni í því að leysa og allt inni kemur á með lausnina. Ég veit ekki hvað oft ég hef reynt þetta og svo náttúrulega af því sem ég að glíma við og reyna við að þá náttúrulega læri ég af. Þannig ég veit allavega miklu meira margt í dag heldur en ég vissi þegar ég hófði þessa göngu. Það segir sjálft og þá sögu átt þú líka. Akkurju? Því ég veit hver ég er í Guði. Ég veit hvað hann hefur sett á mig og ég veit hvað ég er að bera. Með öðrum orðum, ég veit hver köllunum mín er. Ég veit ekki hvort að þú veitir þína köllun. En ég biður Guð það að þú vitir hana því að það mjög mikilvægt fyrir mannin, hver sem hann að vita köllun sína. En það ekki nóg að vita köllun sína. Lífið manns þarf fyrst og fremst að vera í lagi og kristilegt. Og eitt af því sem ég geri ekki, ég syndga ekki. Að því ég er dáinn syndinni. Ég er dáinn mínum gamla manni, en ég slæst við hann á hverjum degi. Að því hann vill koma upp en ég vil ekki að hann koma upp. Það er þar sem að syndin býr í holdi mínu. Það snýst öll kennslan, það er að koma í veg fyrir þetta. Þetta á ekki upp á pallborði á heiminu, það veit ég vel, en það er heimurinn ekki kirkjunar því miður, en þarna er Akurinn, það er fólkið í heiminu og þeir sem koma þeir snúast á sveif með þessum orðum sem hér eru töluð, en voru kannski svona, andstæði, ég veit ekkert það er svona, menn svona eru hlutlausir margir, það er ekki allir sem koma á grimt á móti. Ég er nú alltaf þeirra skoðunar ef menn tala svona viskulega og viturlega mála, þá hlusti nú menn. Hvort sem þeir upplifi eitthvað kraftur og Guði, ég segði ekki. Þetta Drottinn býður okkur að tala visku.
og viskan, viturlega ræðan, hún bara hefur áhrif á allt fólk og það hlustar og segja, já, þetta er nú bara nokkuð gott í honum, hvort sem það meðtæki boðskapin sem slíkan eða ekki, en trúin aftur á móti gerir það. Hún sér Guð í þessu, hún sér Jesú í þessu og þess erum við að þessu. Við höldum áfram vegna þess að við vitum þessa hluti orðið. Eins og ég alltaf að segja og þreytiskjá, og þetta snýst ekkit þennan mann sem þú ert að hlusta á og horfa hér á. Hann er algjört auka atriði í þessu öllu saman. Hann er bara jafn mikilvægur eins og þú í þinni trú og ekkert mikilvægari. Það hefur aldrei vafist neitt fyrir mér allavega. Ég er ekkert mikilvægari heldur en annar. Ég er að vissulega mikilvægur, en bara jafn mikilvægur og þú. Ég er hlekkur í ákveðin keðju, rétt eins og þú. Ef að þig vantar, þá er skarð fyrir skildi. Rétt eins og að mig vantar, þá komið skarð í skjöldin þar sem ég átt að vera. Þannig við erum bara ein heild í þessu öllu saman. Ef einn vantar, þá komið bara ljótt skarð í þennar skjöld og hann er kannski ekkert fallegur orðin. En ef þú kemur aftur, þá er skjöldurinn orðin heill. Hann er að gefa okkur svona hugsanir. Þá sjáum við eigið mikilvægi í þessari hringrás sem heitir trúin á Jesú Krist. Við viljum vera með í þessu. Og við lærum með tímanum, ef við tökum þessu rétt, að horfa á Jesú. Þá erum við ekki svo mikið að spá í hvað menn er að segja, hvað skoðanir menn hafa á því sem við erum að gera og segja. Þetta við bara tölum visku drottins inn í kringumstæðu og gerum okkar og stöndum okkar plikt og gerum það vel. Já, við getum gert hlutina vel og við getum líka bætt okkur í að gera það ennþá betur og það er alltaf hvatningin hjá okkur öllum. Svona er Drottinn. Svona vill hann hvetja mig til betri verka og dáða. Af því að ég er dáinn sjálfinu. Ég er risin upp í honum. Holdið mitt datt dautt niður, en það er seigt, en kemur ekki nema ég vilja að það komi. Og mér býr alls konar, rétt eins og í þér. Og ég þarf alltaf að vera að hasta á ýmislegt í sjálfum mér. Áður hastaði ég á Satan, nú segi ég bara, þegið þú þarna hold. Og það gagnast mér ágætlega. Og líka annað sem er mikilvægt í þessu, ef þú vilt vera sanngjarn í kennslu Biblíunar og Nýja testamentisins, þá er það sára lítil kennsla hvernig þú átt að afgreiða illa anda. En 90% af allir kennslu í Biblíunu snýst mig og Guð. Holdið mitt, anda minn og Guð. Hvernig þetta er að togast á í mér fram og tilbaka. Ef þú skoðar þetta mál, ef þú fæst þess að staldra hans við, þá sérðu þetta svona. Við sjáum að Satan er ekki þetta vægi í okkar lífi eins og við hingað til haldið fram. Og einhverju hluta vegna hefur læðst inn í kirkjuna. Þetta er ég sem er að slást við sjálfan mig. Þetta er hjarta mitt, þetta er hugur minn. Ekki fólkið í kringum mig sem slíkt. Og svo segir það á einum stað, baráttan er ekki við fólk hold og blóð, heldur við andaveru vonskunar. Baráttan. Er ekki baráttan það að sækja fólki þangað? Fá það, taka það af þessu afli, dauðan, og til lífsins í Guði. Er það ekki baráttan? Jú, það er baráttan. Og hvernig gerum við það? Við gerum það í trúnni. Við gerum það í köllun okkar. Við gerum það í því ljósi sem Drottinn hefur lýst okkur upp með. Og hér er það. Þess vegna hveti ég sjálf á mig og þig með mér til að vera vel að mér í þessu. Því að þá hefur Drottinn réttan grunn fyrir mig til þess að gefa mér skilning. Og hann hefur sagt mér það að holdið mitt er vandinn, ekki illu andarnir. Og ég tek 100% undir þetta. Og ég sé víða stafi í Biblíunni með Nýja testamentun þetta mál. Og kannski byrjum við bara á því að lesa það. Og það er ekki ómerkari maður heldur en Páll postuli sem er að tala þarna. Og við þekkjum þannig stað
mjög vel. Við erum í 7. kafla Rómverjabréfsins. Rómverjabréfið mjög merkilegt bréf. Það talar svolítið mikið um þetta sem við vorum að tala um áðan, þetta slagsmál holdsins við andan. Og ég teka fram aftur að illir andar eru ekki þetta vægi sem að við hingað til höfum verið upptekin við að tala um og kenna um. Nei, það mitt gamla eðli sem að pompa upp, að þau erum alltaf að blása í það lífi. En lesum nú, við förum í 18. versið í 7. kafla Rómverjabréfsins og þar hljómar svo í Jesú nafni. Ég veit að ekki býr neitt gott í mér, það spilltu eðli mínu. Og svo í holdi mínu, það svona annar lesháttur, við þekkjum það kannski betur þannig, en hér stendur að í spilltu eðli mínu. Þetta líka ágætis orð. Að vilja veitist mér auðvelt, ég vill margt, en hvað ég að gera? Sjáu þið ekki að drottinn, Páll að tala um þessa baráttu mína. Hann að tala um baráttu sína sem leið barátta mín í hverjum einasta degi sem ég fæ að lifa og vakna inn í. Taktu bara undir þetta með mér, því að þú ert á sama stað. Og Páll, sem var fyrir 2000 árum, sá þetta, viðurkenndi þetta og játaði þetta og talaði þetta út. Svo segir hann að vilja veitist mér auðvelt, en mér skortir alla getu til góðs. Mér skortir alla getu til góðs. Mig, sjálfið, eðli mitt. Hann hann að tala um þessa togstreitu sem í sér. Hið góða sem ég vil ger ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það ger ég. Ekki töluvert mikill sannleikur í þessum orðum? Ekki einmitt þetta sem við erum að gera allt of mikið? Við viljum ekki gera þetta, en við gerum það samt. Sjáu þið gagnsemin að því að setja sig inn í orðið, því að þar þetta allt. Og hvar sérðu illan anda þarna? Hvergi. En þú sér sjálfa þig, gamla manniðinn, í öllu sínu veldi þarna. Gamla manniðinn, sem Drottinn segir að hafi dáið með náðinu og blessunni þegar hann gaf þér trúna sína. Við erum án afsökunar, elskuðu vinir. Það mikilvægt að skilja rétt það sem Drottinn að segja. Hann leiðréttingabúnaðurinn, engin maður. Orðinað skal tala síðast. Það sem hann hefur sagt skal koma fram á einhverjum tímapunkti. Og það skal vera mín blessun og þín að meðtaka það. Nei, ég dáinn syndinni. En sjáu þið slagsmálin sem eru þarna í Páli, sem hann að tala um. Þetta bara slagsmál sem við erum með okkur einasta degi. Segðu mér, hvar sérðu illan anda í þessu ferli? Hvergi, því hann það ekki. Hið góða sem ég vil ger ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það ger ég. Gömul saga og ný. En ef ég geri það sem ég vil ekki, þá það ekki lengur ég sjálfur sem framkvæmi það, heldur syndin sem í mér býr. Hvert maðurinn kominn? Til syndarinnar. Og hvernig má það vera? Hann gerir það í holdinu sínu. Og syndin að nota til að gera það sem hann vill í raun og bakvið allt ekki gera. Svona syndin. Hún teymir okkur og ansnæðir honum hversum hún vill. Akkurju? Af því að syndin í stríði við Guð. Og Guð þú ert augasteinn Guðs. Og þegar þú ert að gera eitthvað bombert í synd, það hryggir Drottinn Jesú mest af öllu. Og þá einn glaður.
og hann heitir Satan. Hann er höfundur syndarinnar. Sjáu þið ekki að þessu hvernig við getum valið að sjálf á hvaða stað við erum og hvað þetta er rosalega nálægt okkur. Og bara þetta, elskuðu vinir, undirstrika alvarleika trúarinnar. Að það gilda engin vettlingatök þegar trúin er annars vegar. Ef við lesum Biblíuna, ef við köfum ofan í Biblíuna, þá sjáum við alls konar svona fræðslu. Og andinn í okkur, hann staðfestir þetta. Því hann vill að við vitum af þessu. Að svona er þetta. Að syndin fær mig til að gera það sem ég vill ekki gera. Og Páll segir það að það er raunverulega ekki ég sjálfur sem er að þessu. Heldur syndin í mér. Tekur þetta alla ábyrgð af Páli? Nei. Því að ég hef í mér afl sem er sterkara syndinni. Og það er trúin á Jesú. Þannig að ég get með hjálp trúarinnar forðað að þetta gerist og þessi verk syndarinnar birtist. Þá er það ekki lengur ég sem gerir þetta, heldur syndin í mér. Og þetta segir þessi gegnheili trúmaður Páll postuli. Hvað þá heldur ég? Við sjáum hvernig þessir menn, þessi bræður okkar og vinir, eru að fræða okkur enn þann dag í dag. Fræða okkur enn þann dag í dag. Sinni fræðslu, réttu fræðslu, góðu fræðslu. Og einfalda það sem hefur kannski verið hjá okkur í allt og langan tíma. Og svo ég endurtaki það, þetta snýst ekki illa anda, nema í einhverjum undantekningar tilvikum. Þetta snýst syndina og ég í syndinni eða ekki. Trúin er sterkar en syndin. Þessna segir Páll þetta. Þá er það ekki lengur ég sjálfur sem framkvæmi það, heldur syndin sem í mér býr. Þegar syndin er á okkur tökum, þá erum við raunverulega verkværi hennar. Og vilji minn kemur þar ekkert við. En vilji minn gæti fengið mig til að fara aftur í anda minn og þá fer hitt burtu. Enda annar staður. Og bara þetta segir mér það að ganga í vilja Guðs í dag, þá þarf ég ekkert að vera að glíma við svona hluti. Þetta er allt á mínu valdi. Og við sjáum það enn einu sinni að þessi dagur er úrslita dagur það hvernig ég akta á að hegða mér. Þessi dagur gæti verið dagurinn sem ég beygi út af veginu og hvert leiðir að mig. Til skammarinnar líklega á einhverju stigi málsinn. Og er ekki komið nóg af öllu svoleiðis. Til afsakanana, til þetta og til hins, til alls konar hugsana og um eitt og annað sem að menn eru að hugsa manni þegjandi þörfina kannski, sem er rangt. En kemur að því við settum okkur á vondan stað sjálf. Þurftum ekki að gera það en gerðum það. Að því að allt í hennu fór gamli gaurinn að tróða sér hérna fram og gapa og við hlustuðum á hann og hann fekk okkur í þessi verk og syndin hló háum látri vegna þess að nú næ ég mér niður á Jesú, segir hún, og það gerir hún einmitt með því þegar ég fer að gera eitthvað sem að trúin segir mér að gera bara alls ekki. Það er ekki ég sjálfur sem gera þetta, syndin í mér, en það fría mig ekki ábyrgð. Ég mun þurfa að taka át afleiðingar af því sem ég gerði. En ég þurfti ekki að fara þennan veg því að ég á afl sem er öflugur af þessu og það afl heitir Jesú. Þetta er mjög merkileg kennsla í Rómarbréfinu því að það tala svolítið mjög öfluglega syndina og mannin og hvernig þessi slagsmál eru. Við vorum að lesa Pál, eigin vitnisburð Páls, þessum mikla trúmanni sem við berum svo mikla virðingu fyrir.
En við sjáum hann var bara að glíma sömu glímu og ég og þú, oft á tíðum og alla dagjafnir. Hann var ekki meiri maður en ég. En hann var búin að læra ýmislegt. Og lærdómunum hann er að flytja lærdóminn sinn yfir og aðra, safnaði meðlimi. Og ég er að endurtaka það hér orð Páls. Og þannig höfum við lært, þannig höfum við vaxið og þannig höfum við skiljað þetta betur. Og það er mikilvægt að skilja þetta betur. En við gerum það ekki ef við viljum ekkert eiga við þessa bók. Ef við tölum þessa bók sem gamla og úrelta, þá gagnast hún okkur ekki neitt. Og ég vil allavega ekki fara inn á þá sálma með sjálfan mig. Þess vegna elska ég það sem orðið segir mér og vill segja mér. Og ég vil hvetja þið þetta til slíks hins sama. Já, við skulum lesa þetta meira. Við fórum í 18. versi áðan. Við förum kannski í 1. versi núna. Í 7. kafla. Þið vitið, systkin, ég tala hér við menn sem þekkja lögmálið. Að lögmálið ræður ekki yfir manni lengur en hann lifir. Hann er að tala þetta til gyðingana. En á vissan átt við okkur líka. Þannig er giftkona bundin manni sínum á lögum meðan hann lifir, en degi maðurinn er hún leyst undan því lögmáli sem bindur honum. Það geti hann að tala þetta við þá sem þekkja lögmáli, við erum að tala þetta við gyðingana. En ég læti þetta koma með það því að við erum náttúrulega bara að lesa orð Guðs. Hún er því talin hórkona ef hún verður annars manns að hún manni sín lifandi, en degi maður hennar er hún laus undan því lögmáli og telst ekki hórkona þótt hún verði annars manns. Við erum dáin syndinni og lifum Kristi. Hann er að tala um gifta konu sem að gifti sig aftur og hún telst hórkona, en við erum dáin lögmálinu. Við erum dáin því sem áður var sem heiðingi. Hvað batt mig sem heiðingi? Það var margt. En ég er dáin því öllu og ég lifi í Kristi í dag. Allt það sem ég áður gerði í syndinni, það virkar ekki í dag. Að því Kristur er allt í öllu í dag hjá mér. Þannig get ég heimfært þessi orð Páls upp á mitt eigið líf. Við vorum að lesa, það stendur þarna í þessar bók hvernig þetta er. Svo segir hann hér í 5. versinum, þegar við lötum okkar spillta eðli, voru syndugar ásturíður, vaktar af lögmálinu, virkar limum okkar, svo við bárum dauðanum ávöxt. Syndin leiðir alltaf til dauða. Þannig að við erum að synda, þá erum við raunverulega að bera dauðanum ávöxt. Og hvers slags ávöxtur er það? Allavega ekki ávöxtur sem ég kæri minn eitt En hann er minn. Ég vill ekki hlýða því sem drottin er að segja. Þá er ávöxtur dauðans minn. Ávöxtur dauðans eru verk syndarinnar. En ég vil ekki vera í því lengur og þess vegna er ég að fræða sjálfa mig, hvetja sjálfa mig til góðar verka í drottins nafni. En gerir mér fullkomlega grein fyrir því þessari togstreitu sem að innra með mig býr. Togstreitunni sem verður á svo lengi sem ég lifi af því að ég er ennþá manneskja með hold og blóð og gamli gaurinn gæti skotist upp hvenær sem og hann gerir það allt og oft og það getur við hvert og eitt viðurkennt og tekið undir með okkur sjálfum. Þegar við bara einfaldlega upplifum þetta með þessum hætti og það verður heldur ekkert frá okkur tekið. Þannig að þetta er bara spurningin, hvernig lífi viljum við lifa og viljum við að orð Guðs fái að fræða okkur eða viljum við ekki. Ég tók þann pól í hæðinni þegar ég frelsaðist, ég vill að orð Guðs fræði mig og ég er tilbúin til þess að hlýða og ganga undir vilja orðsins og Guðs. En ég veit af hinnu, ég veit af slagsmálunum sem geta orðið og ég er að glíma við þetta á hverjum degi rétt eins og þú, en ég hef líka siguraflið og það býr í mér sjálfum, í trúnni minni, rétt eins og heit.
og syndina vil ég ekki gangast lengur undir, og ég hef í mér sem heitir trú á Jesú sem sigrar syndina í Jesú nafni. En Konráð Rúnar Friðriksson segir þetta gott í dag og veit að þú fengið eitthvað til að hugsa og móða úr og vinna meira með og tilgangur ekki annar. Heldur þessu góða verki Drottins áfram að því þú ætlar að biðja með honum inn í verkefnið.